Ferðaskrifstofan Vesturferðir EHF hefur verið starfrækt síðan 1993. Eigendur hennar eru 60 mismunandi samtök, sjóðir, fyrirtæki og einstaklingar á svæðinu. Áhersla hefur verið lögð á að tryggja gott samstarf milli minni ferðaþjóna á svæðinu, en Vesturferðir skipuleggja dagsferðir og helgarferðir, allt frá gistingu yfir í afþreyingu og samgöngur. Við frættumst möguleikana sem svæðið hefur upp á að bjóða hjá henni Lindu Björk, framkvæmdastjóra. Það hægt að fara í einn dag inn á svæðið og bara tekið bátur morguninn og komið með bát í eftirmiddaginn. Og þá ertu að labba kannski frá einum punkti til annars, förum með fólk til dæmis í Aðalvík klukkan 9 á morgnana og svo gengið frá Sæbóli í Aðalvík yfir á Hesteyri, komið þangað í pönnukökur og kaffi hjá Hrólfi í Læknishúsinu og svo kemur báturinn 6 og sækir. Þannig að það ertu búin að vera allan daginn inn á svæðinu án þess að þurfa að fara með tjald og græjur og ert náttúrulega í leiðsæðri ferð. Færi sögurnar á svæðinu og allt þess aftar. Og það hægt að fara í svona ferð á hverjum einasta degi. Það bara ólíkt á hvað svæði farið sko. Þannig að fólk þarf ekkert endilega að festa sig við að koma á þriðjudögum. En út af því að við erum að púsla sér í bátaferðirnar, þá þetta ekki alltaf frá sama punkti eða frá sömu vík yfir í annan fjörð. Og á 50 fyrir við til dæmis alla leið í Hortvík. Og það náttúrulega svona svæði sem kannski Hornstrandir eru frægasta fyrir, Hornbjargið. En það tekur alveg 2,5 tíma að fara með bátnum, svo stoppum við í svona 5 tíma. Göngum á bjargið og svo siglum við tilbaka. Og svo hægt að fara í lengri ferðir sem við vinnum þá í samvinnu við Bore Adventure. Og þá getur við fengið gistingu í 1-2 nætur inn á svæðinu. En þá allan tíma með lausagn og fullri þjónustu. Og hvar gistu var? Þau eru til dæmis, það hægt að gista í Læknishúsinu á Hesteyri, en svo eru Bore ferðirnar, þær eru í kamp í Hortvík. Þeir eru með svona tjaldkamp þar. Þannig að það og svo náttúrulega þeir sem eru á eigin vegum geta bókað sig í Vitan og verið þar á vegum með því. Þannig að það svona þessir gistimöguleikar á svæðinu, fyrir utan bara hús sem sumir geta leigt eins og í Hlöðuvík. En það bara svona hópar sem geta, það meira svona hópar sem að fara á eigin vegum. Svo frá Ísafirði erum við líka með bæði dagsferðir og afþreyingu. Vinsælasta ferðin okkar í gegnum tíðin hefur verið ferðin í Vigur og þá farið héðan klukkan 2 og siglt út í eyju og farið þar sérstaklega náttúrulega áhersla á fuglalífið, það mikið af lunda og æðarfugl og teistum í eyjunni og það fólki sem býr í eyjunni sem tekur á móti fólki og fer með það svo enda bara í kaffi og kökum á íslensku sveitahætti og fólk hefur svo smá tíma á eigin vegum og þannig að fara tilbaka. Linda segir mestan hluta vetrar fara í undirbúning næsta sumars og að aðsókn í ferðir á Vestfjörðum hafi aukist mjög mikið á skömmum tíma. Þar inni komi öll þjónusta við skemmtiferðaskipin sem sé að glæðast á nýjan leik. Við erum með hvalaskoðun, það er bara að fara í svona stóra báta eða í svona litla ribbáta. Svo þetta að fara á fjórhjól, þetta að fara í hestaferðir, gönguferðir með svona menningagöngur og leigja hjól. En svo koma líka bara einstaklingar til okkar og fá svona ráðleggingar það hvernig eyða tíma sínum á svæðinu. Og þessir einstaklingar, hvort þetta Íslendingar eða útlendingar mest? Það hefur verið frekar jafnt hlutfall, svona kannski frá 2014 til 2019 og erlendi hópurinn meira. Svo kemur COVID og þá var það allt í einu bara Íslendingar í fyrra nánast. Hvernig var það? Það var þetta mjög skemmtilegt. Íslendingar eru skemmtilegi ferðamenn. Var ekki svolítið öðruvísi? Jú, það var allt öðruvísi og meira líf og náttúrulega mikið spjall og já, við höfum gaman að því En svo við fáum náttúrulega alltaf svolítinn hóp af Íslendingum. Því að bæði Vigur og heimsókn á Hesteyri sem hefur verið eina af okkar vinsælustu ferðum sem þó bara svona 5 tíma ferð yfir á Hornstrandir og þá bara stoppa í gönguferð og kaffi í gamla þorpinu á Hesteyri. Hún hefur verið sérstaklega vinsæl meðal Íslendinga því að svo margir kannski vilja komast inn á Hornstrandasvæði en eru ekki tilbúin að fara í göngur eða neitt þess aftur, eitthvað svona stórt. Og byrja þá kannski oft á því að fara í þessa stuttu ferð til að fá tilfinningu fyrir svæðinu
og svo kannski koma þær árið setna eða 2 árum setna og fara þá í dagsferð og svo kannski setna í 3 dagaferð. En þegar þú segir sko stuttaferð? Já, 5 tímaferð. Það mjög stuttferð. Við heitir sko 10 til 12 tímaferði, þannig að dagsferðirnar. Já, þetta stysta allavega. Já, það stysta ferðin sem þú getur farið. Það tekur náttúrulega klukkutíma sigli yfir að þú vilt stoppa allavega 3 tíma fyrir 2 tíma siglingu. Það svona, já. Við ákváðum að skella okkur í stuttuferðina og ótrúlegt en satt leið hún einmitt allt of hratt. 5 tímar hljóma mun lengra en þeir voru á Hesteyri. Náttúran þar svo ómenguð, kyrrðin, friðurinn, fuglalífið, gróðurinn. Það bara ekki hægt að telja upp þessar perlur sem svo sannarlega auðveldar að nálgast en margir halda. Ég myndi mæla með að allir sem geti nýtt sér þennan möguleika að fara og upplifa, geri það. En svo reynum við líka bara að vera í góðu samstarfi við aðra aðila, þú veist, eins og á Patreksfirði er fyrirtæki sem heitir Westfjords Adventure sem að við bókum í ferðirna hjá þeim. Svo getur við bókað í ferð frá Drangsnesi hjá okkur og frá Hólmavík, þannig að við hugsum Vestfirði sem svona okkar sölusvæði. Sko. Sem heilt. Já, það alltaf hægt að leita til okkar upplýsingar allt, þótt að segja ekki frá Ísafirði, sko. Það ýmislegt sem hægt að gera á Vestfjörðum í gegnum Vesturferðir, sem dæmi má nefna hjólalegu, jappaferðir, fjölbreyttar gönguleiðir. Þá segir Linda að það sé alveg frábært að koma með krakka vestur, þar sem það margar fjörur og fjölmörg skemmtileg stopp á leiðinni. Sem dæmi má nefna stóra bryggju í Önundarfirði sem heitir Holt, en þar geta börn og fullorðnir hoppað og syngt í sjónum. Svo Ísafjörður náttúrulega þekktur fyrir góða veðrið. Ekki sé hashtag þar sem lognið á lögheimili. Það Ísafjörður. Það mjög auðvelt að eyða tímanum hér og svo náttúrulega líka skemmtileg söfn sem hægt að heimsækja. Það svo margt hægt að gera á Ísafjörði. Ég dýrka hans það. Takk hérlega fyrir að segja okkur frá þessu. Það bara lítið. Takk fyrir að koma í heimsókn.